Hæ, ég heiti Ágústa. Ég menntaður jógakennari og heilari. Í dag ætla ég að kenna ykkur höfuðstöðu. Komum okkur fyrir á 4 fótum. Mælum þannig út lengdina, setjum hendurnar inn í olnbogana og spennum greipar. Tærnar innundir og réttum úr fótunum. Öndum að þegar við komum fram og anda frá þegar við komum aftur. Þetta er styrktaræfing sem er undirbúningur fyrir höfuðstöðuna til þess að styrkja axlir og upphandleggi og vera bara sterk inn í líkamanum. Þannig við gerum þetta svona cirka 5-10 skipti. Þegar við erum búin, þá setjum við hnén í dýnurnar, setjast aftan á hælana, teygja hendurnar fram, gott að rugga mjaðmurnar, anda djúpt og slaka á. Svo komum við okkur upp í undirbúning fyrir höfuðstöðuna. Þá komum við okkur upp á 4 fætur, setjum olnbogana niður, grípum utan um olnbogana, þannig við séum með rétta lengd á milli handa. Spennum greiparnar, setjum flatasta partinn niður í dýnuna. Fáum góða undirstöðu, tærnar innundir, prófa bara að lyfta öðrum fætinum fyrst. Ef við getum það, höfum styrkinn í kviðnum og jafnvægið, þá prófa að lyfta báðum fótum upp í einu. Hérna er gott að gefa sér tíma til þess að slaka á og vera inn í styrknum, koma svo niður, ekkert vera haldin of lengi þegar við erum að byrja að fara upp í höfuðstöðuna, bara að tók hvort við komum upp. Slaka vel á þegar við erum búin, ekki standa strax upp. Ef við komumst ekki upp í dag, þá er gott að horfa á jóga til að fá sléttan maga. Þá styrkjum við kviðinn og það er líka bara lykilatriði að vera með sterkan kvið til þess að komast upp í höfuðstöðuna. Og ef við höfum ekki reynt en stundað jóga í langan tíma, þá er bara að prófa, fara niður í stöðuna eins og ég kendi og treysta. Þó svo við dettum, þá gerist ekkert alvarlegt. Bara slaka á inn í að detta og treysta að það gerist ekki neitt. En við getum líka að prófa að byrja við vegg, en svo er líka bara rosa gott að byrja úti þar sem er nóg pláss og við getum dottið í allar áttir. Þannig að treystum, gefum okkur séns og prófum allavega. Takk fyrir í dag. Namaste.